svo, klappið með. I know he rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Woo! I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Halleluja, velkomin á samkomu hjá okkur í dag. Við ætlum að lyfta upp nafnið Guðs, við ætlum að gefa honum dýrðir í dag því að hann er upprisinn. Má ég heyra það? Hann er upprisinn. Halleluja, hann reisir frá dauðum fyrir okkur. Halleluja, hann dó á krossi fyrir okkur. Þetta vers ætlum við að segja í dag. Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Eins og hann sagði, Mattheus 28:6. Hann er ekki hér, hann er þar. Hann er upprisinn. Lofum hann í dag. Erum við til í það? Halleluja. I know His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh God, I believe. I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Woo! You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Við lofum þig í dag. We pour our hope in
Nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our God inn í myrkri við bið, ekkert ljós, engin von. Kærleik kom frá himnum, náð og miskunn tóku svo til að uppfylla þitt lög. Mærinn meðtók lífsins sorg, sem frá dýrðarinnar hást, lagður var í öðgástótt. Föður Syninum, helgum anda þrínum, Guði dýran hátign, við eilíf millum konungi. Okkur sýndi heiminn sættir Guði sig, alla sköpun endurleysti, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn, því að frelsinn okkar varstu, lífi fyrir dauðan þinn.
Enda leka velt var frá, lambið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá handkjól himinn. Því að allir koma þá, endur fæði faðirinn. Og þá kirkja Kristar til, fyrir kraft og andagsverð, sem líkan gerir skil, alltaf söng, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafnið hans, Jesú fjörur úrlegs líf. Hann er sigur krans, Jesús Kristur er mín. Takk Jesús, halleluja. Öll sem föður sínum, heldur margar eilíf hillum konungi. Heilaga drottinn Jesús, takk fyrir upplýsina drottinn Jesús. Þú ert verðugur, halleluja. Þú ert verðugur drottinn Jesús. Helgist þitt nafn. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Gleðilega uppreisnarhátíð. Halleluja. Ef við höfum ekki valið Jesú Krist krossfestana, þá myndum við ekki finna fyrir nærveru heilags anda. Svo dýrmætt að eiga Jesú í okkar lífi. Halleluja. Amen. Má ég heyra amen við því? Amen. Þakka þér Jesus. Við ætlum að taka samskond og við ætlum að láta samskondabaukana ganga milli stólana í dag. Og svo kemur reikningsnúmer upp á skjáinn og svo pósið frammi fyrir þá sem að vilja greiða með korti. Drottinn Jesús, ég bara þakka fyrir þennan dag, drottningu. Ég þakka fyrir upprissukraftinn, Jesús. Ég þakka fyrir úthellingu heilags andinn í líf okkar, drottningu. Þakka fyrir við eigum þig að á öllum tímum, drottningu, Jesús. Þakka fyrir það, Jesús, að þú fórnfærðir sjálfur, drottningu, fyrir okkur, drottinn minn, Jesús. Og við blessu þitt nafn í dag, við lofum þitt nafn í dag, drottningu. Halleluja, Jesús. Amen. Halleluja. Þakka þér, Jesus. Kúra María rana mantra, drottin. Halleluja, þú mætir, þú vitir, Jesus. Halleluja. Kúra rana mantra. Ég ætla að minna það svona meðan samskotarbaukarnir ganga milli sætin að það etinn á miðvikudaginn kemur. Klukkan 19 þá erum við með bænastund og svo verður kennslan klukkan 20 kvöldið. Hvet ykkur til að mæta. Alltaf gott að koma saman og lofa Guð og biðja og líka fá að heyra orð Guðs. Við fáum að heyra orð Guðs á eftir. Amen, hlakka til. Amen. Ef við ekki bara standa núna upp og bara fara aftur inn í lónkirkjuna. Hann verður að vera lofaður. Þið ekki þakklátir í Jesú? Halleluja. Við skulum gefa okkur aðeins í það og lofa drottinn og svo fáum við að heyra predikun. Amen. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see if you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop going. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Jesus. That is who you are. Like you, Jesus. That is who you are. 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 Jesus. Thank you, Jesus. That is who you are. We love you, Jesus. I'm calling on the God offenders through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock,
your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayers back then, and I will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your the same God. You are the same God. How I need you. How we need you. How we need you. You hear your captives. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers. You deliver right now. You are the same God. 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 You're the same. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me Halleluja, dissi þér Jesús. Það eitthvað magna að gerast þér í dag. Halleluja, yndislegt að hafa Svövu hérna meðal okkar. Og náttúrulega Gunnar Inga. Meira samt Svövu. Nei, ég að grínast.
Takk, Jesús. Mér langar bara að koma með 2 lítil atriði sem að, ég vil nefna. Það er sem sagt unglingastarf hjá okkur í kirkjunni svona af og til. Næsta föstudag verður sennilega heima hjá okkur alla stund. Og Gunnar minn ætlar að predika í fyrsta skipti. Ég veit að hann vill ekki að ég segi þetta, en ég ætla bara að segja það. Amen. Þessi drengur og reynda börnum mín bæði og líka Sandía eru kölluð á Guði. Það er bara þannig. Maður getur reynt að spóla í allar áttir en Guð hefur, þið vitið, það síðast að segja í okkar lífi sem betur fer. Annað sem ég vildi nefna, það er gríðarlega margir veikir á meðal okkar í dag. Og ég fekk upplýsingar 2 menn, annar heiti Jóhann, hinn heiti Björgvin, feðgar sem að glíma við mjög illvíg krabbamein. Og við vorum bara að syngja það rétt í þessu. Hann var sá sem læknaði þá og hann læknar í dag. Hugsið ykkur að tilheyra Guði sem að bara við getum treyst á fyrir öllu. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og við ætlum að leggja allt okkar líf, all okkar framtíð í Drottins hendur. Því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann ber umhyggju fyrir okkur. Og það er yndislegt að vita það að í gegnum allt að þá erum við með Drottinn okkur við hlið. Og ekki bara það, við þurfum ekki óttast einu sinni dauðan og framtíðina. Við höfum eilíft líf með Drottni. Þvílík von. Og ég verð nú bara að segja, ég skil ekki hvernig fólk lifir bara af í þessari veröld, ekki með þessa von. Ég bara skil það ekki. Þess vegna þurfa allir að heyra Jesú Krist. Við höfum að bera út fagnaðarerindið og við þurfum að gera það miklu betur en við höfum verið að gera. En það sem að mér dásamlegt líka er að kirkjan einhvern veginn að, hún er að ná vopnum sínum. Ég bara að finna hvað er að gera eitthvað nýtt í kirkjunni. Þannig að við langar til þess að biðja ykkur að lyfta upp höndum og lofa hann í dag fyrir það verk sem hann gerði á krossinum. Ó, Drottinn, við lyftum upp nafni þínu, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfesti þín og náð. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir að þú fórst á Golgata kross. Þú fórst á krossin, Drottinn, fyrir okkur. Þú dóst, Drottinn minn, fyrir mínar syndir og okkar syndir, Drottinn. Og ekki nóg með það, Drottinn, þú fórst til heljar, náði lykla dauðans og Drottinn, þú reist upp á 3. degi, Drottinn minn. Og þú situr, Drottinn, við hægri hönd föður þíns og þú biður fyrir okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfesti þína. Þakka þér fyrir það, Drottinn minn, Jesús, að þú hefur gefið okkur líf, Drottinn Jesús. Og Drottinn, ég bið fyrir kirkju þinni, að við mætum, Drottinn minn, standa í skarðinu, Drottinn. Að við mætum lyfta upp þínu nafni, Drottinn minn, taka upp kross okkar daglega og Drottinn bara fylgja þér í öllu, Drottinn. Og ég biði fyrir Gunnar Inga bróður minn þegar hann talar orð þitt hér á eftir. Ég biði að þú smyrjir varir hans og tungu, Drottinn minn. Ég biði að gefur honum orð að mæla, Drottinn. Og Drottinn, gef okkur nátt til að taka við orðinu í mjúka jörð. Drottinn, að við nærum orðið, að við hugleiðum orðið, Drottinn, að það ber ríkulegan ávöxt í líf okkar. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðunni sagði. Amen og amen. Drottinn bless ykkur, Gunnar Ingi. Gefum honum og gott klapp. Hæ. Ég heiti Gunnar, eins og hún sagði. Hún var bara svolítið æst þegar hún sagði það, þannig ég þurfti að endurtaka. Gaman að vera með ykkur í dag. Herðu, ég kannski byrja á að segja, ég ólst upp í kirkju. Við mæta á samkomu, svona svolítið eins og krakkarnir hérna, nýttur til þess að mæta í kirkju í mörg ár. Gíslataka í gangi. En það gerðist eitt fyrir mig á 21 árs að þá opnuðust augu mín og ég gerist kristinn fyrir sjálfum mig. Og það eru margir sem sérstaklega kannski þú ólst upp í sömu kirkju og ég, þá kannski byrjar að hugsa, byrjar ekki að predika á 17 ára? Jú, einmitt. Og ég ólst upp í kirkjunni, var búinn að fara 3 ár út í biblíunám og kom svo aftur. Og svo var það ekki fyrr en ég var að vinna í kosti, muni eftir kosti. Þá Guðs blessun sem kostur var. Nei. En ég var að vinna þar þegar ég kom til trúar, þegar ég var yfir úlgastarfið, það var byrjað að vaxa á krakkanum og byrjað að spyrja spurninga og ég ætlaði svona að leita svörum og hlusta á podcast og meðan að
Ég var að vinna og allt í einu fattaði ég þá að ég hafði alltaf misskilið boðskapinn, grundvallarboðskap trúarinnar. Og ég hélt í langan tíma að trúin snerist að ég ætti að vera góður strákur, deila leikfengunum með hinum krökkunum og annað eins og trúa að Guð sé til. Svo var einhver að predika úr Jakobsbréfinu og vandamálið þar segir hann, djöfullinn trúir, hann segir, þú trúir að Guð sé einn og það er gott, en djöflanir gera það sama og þeir skelfast. Þannig að djöfullinn sjálfur trúir á Guð og ég þurfti að stoppa og hugsa ok, þannig ég alltaf að koma með svona sama trú á djöfullinn, þannig að hvað þarf meira til? Og þá var það þessi boðskapur páskana sem algjörlega fór fram hjá mér. Þannig að þegar við erum að fagna páskanum, þá erum við að fagna miðpunkt trúarinnar. Ef við feilum á þessu, þá er þetta bara svona eins og að gleyma að láta nafnið þitt á prófið. Þú náðu kannski öllum hinum spurningunum rétt, en þú færði ekkert fyrir það út af því að nafnið þitt er ekki á prófinu. Og þetta er miðpunktur kristinna trúar sem ég er að fá að tala hér í dag. Og það er bara ótrúlega mikill heiður og ánægja að fá að vera með ykkur. Út af því að ég trúi því að ég er eina af þessu steiktu aðilum sem trúi því að Jesús Kristus sé upprisinn, einhver með mér. Og í þessari viku þá hefur svona skotist upp orð í kollunum á mér og orðin eru þessi að nútíma vandamál krefjast fornra lausna. Og ég er búin að pæla rosalega í þessu. Við höfum aldrei haft svo mikið af þægindum og upplýsingum, en samt upplifið mig aldrei eins og að það vera jafn mikil óreiða og er í dag. Ég veit ekki með ykkur, það var að lofa mér bara, ef við myndum bara hafa upplýsingar, að þá verðum við upplýst og utopía myndi eiga sér stað og allir væri vinir og allt annað. Og svo horfi ég í kringum mig og hugsa, þetta er ekki að ganga rosalega vel. Og ég hugsa, ok, hversu oft höfum við hugsað út að við erum lengra á tímalínunni heldur en fólk fyrir 200 árum eða 2000 árum að þá séum við lengra komin. En það er bara ekki þannig. Að ef við viljum lausn við vandamálum okkar, þá er það forlausn. Og í dag þá erum við að tala atburði sem gerðist fyrir 2000 árum sem hafa áhrif á og umbreyta ekki bara mannkyns sögunni, heldur okkar lífum í dag líka. Og mér finnst það ótrúlegt. Þú veist, ef þú lest í gegnum Gamla testamentið, þá lestu alls konar konunga. Og eitt af því, þau voru ekki með fyrir Krist, 300 árum fyrir Krist, og þá gerist þetta. Náttúrulega þau vissi ekki nákvæmlega hvenær Kristur myndi koma. En það var alltaf miðað við konunginn. Já, þegar að þessi var búin að vera við völd í 3 ár, við 4 ár, 40 ár, þá gerðist þetta. Og síðan Jesús Kristur kom, þá var búin að vera einn konungur sem við höfum miðað við. Fyrir komið hans og eftir komið hans. Öll mannkyns sagan. Mér er svo að þú ferð á eftir og bókar tíma að hitta einhvern félaginn sem þú ert ekki búin að hitta í 10 ár. Þá ertu að fara í dagatalið og þú ert að minnast þess að hann er miðpunktur allra mannkynnssögunar. Mannkynnssögan skiptist í fyrir komið hans og eftir komið hans og hefur umbreytt öllum heiminum þangað til daginn í dag. Og við erum ekki hér að tala einhvern sem sagði fullt af góðum hlutum. Við erum ekki hér til að tala einhvern sem sagðist vera frelsari eða sagðist vera Guð. Það eru margir sem hafa komið bæði fyrir Krist og eftir Krist sem hafa sagst vera frelsarar, sagst vera Guðir. Við erum að tala Jesú Krist sem sagði það ekki bara, heldur sýndi það með upprisu sinni frá krossinum. Og við erum hér að lofa hann. Og það hafa verið margir í mannkynssögunni sem hafa reynt að fylla þessi fótspor en hafa aldrei getað gert það. Og fyrir mér, þá langar mér bara vonin mín fyrir daginn í dag er að allir hér inni átti sig á því að það er engin og ekkert annað þess virði að eyða tímanum þínum í, að eyða orkunni þín í, að eyða hugarorkuðinni í, hjartanuðinni í, nota henduna hennar til að þjóna heldur en Jesú Krist sem að reisi frá dauðum út af því að, ég veit ekki með ykkur, mér dettur bara í hug einn aðila sem hefur gert það í gennum mannkynssöguna, reisi frá dauðum og aldrei dáið aftur og það er Jesús Kristur. Eini aðilinn sem hefur nokkuð tíman fengið gröf að láni í 3 daga, það er mjög skrítið og ef þú ert að pæli því hvað er þess virði að lifa fyrir, hvað er þess virði að deyja fyrir, þá vil ég vonandi segja við því í dag, Jesús Kristur er þess virði að lifa og deyja fyrir eftir þessi þörf á. Og áhrifin voru þessi við upprisuna að hugleysingjar, get ég fikk aðmjönu því? Já, hugleysingin hérna, hugleysingin Sibba, hugleysingjar urðu hughrist, afneitarar urðu predikarar og efasemdamenn urðu lærisveinar. Það er það sem gerðist við upprisu Jesú Krist og þegar við dveljum á Biblíunni, þá sjáum við að áhrifin eru þarna. Þú getur sagt, hei, Gunni er bara eitthvað fáveiti sem trúir einhverju sögum sem sögðu fyrir 2000 árum. En þeir sem sögðu þessar sögur, þeir voru tilbúin að lifa fyrir þessar sögur og deyja fyrir þessar sögur.
Og margir hverjir gerðu það. Þeir dóu frekar en að afneita því að það sem þeir sáu og heyrðu í 3 ár var satt og meira en það, þeir skrifuðu sögu niður sem sýndu að þeir voru skítrættir, þeir afneituðu honum við krossinn og eitthvað gerðist. Eitthvað gerðist eftir krossinn sem gerði það að verkum að allt í einu var hugleysingin Pétur sem var að afneita honum við krossinn fyrir fram að 3000 manns að segja, hei, þið krossfestuð drottinn dýrðarinnar, höfund lífsins. Hvað gerðist fyrir Pétur? Hvað gerðist fyrir Pétur? Heilagur andi og heilagur andi gerir hvað? Apóstolsagan 1 segir að hann gerir okkur að vitnum Jesú Krist og þannig að það sem Pétur sá var Jesús Kristur og hann upprisinn. Þannig að hugleysingjar, eru þið hér inni? Við skulum ekki segja amen við því aftur. Við vitum hver hugleysingin er hér. Verið hughraust. Afneitarar, ég hef verið þar. Ég stróklaði lengi vel við að bæði með lífi mínum og orðum mínum afneita Jesú Krist og vilja ekkert með hann gera. Og samt er ég hér að predika í dag Jesú Krist. Og svo þeir sem efuðust. Ég veit ekki með ykkur, kannski eru þið bara fullkomin. Ég hef átt mörg ár af efa hver Jesús Kristur er og hvort að þetta sé eitthvað meira heldur bara saga. En hann hefur sýnt fram á það. Hann getur ekki bara breytt mannkynssögunni, hann getur breytt þér og hann getur breytt mér. Og þetta er það sem þeir gáfu sig í að predika, að Jesús Kristur sigraði dauðann. Þeir fundu boðskap sem er þess virði að lifa fyrir og þess virði að deyja fyrir. Og þess vegna þegar ég hugsa daginn í dag, þá hugsa ég það er ótrúlega mikið af þunglindi, ótrúlega mikið af, hvað er anxiety á íslensku, kvíða, sérstaklega meðal unglinga. Og ég er að pæla í af hverju. Við höfum aldrei haft það jafnþægilegt. Þú þarf bara að sitja þannig og horfa á skjá. Það er endalaust efni, þú þarf bara að ýta niður, þá kemur bara meira efni. Við höfum aldrei haft það svona þægilegt. Af hverju erum við svona kvíðin? Af hverju er svona mikið af þunglindi? Og ég held að það sé raunverulega það að allt sem við byggjum von okkar á er innantómt. Ok? Við getum skemmt okkur við að horfa á Netflix eða YouTube eða TikTok eða TokTik eða hvað sem krakkar, hvað sem er. Og þú getur haldið að út af því að ég er að skemmta mér, það þýðir að sál mín sé bara komið nóg. En ég held að það sem við séum að upplifa er okkur er skemmt en sál okkar er að öskra á eftir ykkur meiru. Allt sem við byggjum von okkar á er ekki þess að verði að lifa fyrir, né þess að deyja fyrir. Og ég held að hver ein og einasta manneskja sé að leita af þessu eina er eitthvað. Er einhver grunnur sem ég get byggt líf mitt á. Er eitthvað sem er þess að verði að lifa fyrir. Að vakna á hverjum einasta degi, meira þess að þegar ég stíg og Lego, og á hræðilegan dag, þess verði að leggja sjálfa mig til hliðar og segja, ég ætla að fylgja þessu. Og því miður, þá hefur Herbalife staðið sér betur en kirkjan. Ég hef búið til lærisveina. Og segja, hei, þetta er þess verið að lifa fyrir. Shake, eða eitthvað. Kirkjan hefur ekki staðið sér vel í að benda á Jesú Krist. Og segja, hei, þetta er þess verið að ég tímanu þínum í, hugarorku, hjartanu þín í öllu. Og saga apóstolanna er þessi, samkvæmt kirkjusögunni, að allir nema Jóhannes lifðu ekki bara fyrir Jesú Krist. Heldur dóu fyrir Jesú Krist. Voru pyntaðir fyrir Jesú Krist. Margir hverjir pæli í því þegar það var að vera á krossfesta á að þeim fannst þeir ekki verðugir að deyja eins og Jesú, þannig að það voru pæli í hvernig það er að vera krossfestir til þess að vera ekki eins og Jesú. Hei, getum við látið hann vera X eða kannski er ég öfugur eða hvað sem er. Og það sem sjokkeraði mig þegar ég fattaði að Júdasarbréf í Biblíunni, í Nýja testamentinu og Jakobsbréf eru skrifuð af bræðurum Jesú Krist. Og ég veit ekki hvort þið hafa tekið eftir þessu. Í Guðspjallunum þá eru svona augnablik það sem sést. Þeir halda að Jesús sé bara gengir á göflunum. Hann er bara alveg búinn að missa af, við þurfum að koma honum heim, við þurfum að segja honum hann heldur hann sé Messías og svona, hann er að valda hennar Rómverjunum bara, eitthvað, hann er að byrja eitthvað, við þurfum að stoppa hann. Og svo endaði með að tilbiðja stóra bróður sinn sem sem Guð í holdi. Og hann væri þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Nú, ég veit ekki hvort þið eldri systkini, ég á 3. Og þú myndir spyrja mig, hvað þyrfti til að þú myndir byrja að tilbiðja Guðna stóra bróðin sem Guð í holdi, hinn fullkomni, þá þyrfti svolítið mikið til. Ég myndir frekar deyja áður en ég myndi játa að hann væri Guð. Það var eiginlega akkurat öfugt.
hvað þyrfti til þess að sannfæra þig að vera tilbúin að deyja og lifa fyrir það að stóri bróðir sé Guð hinn fullkomni í holdi. Og það það sem að bræður Jesú gerðust. Og í dag þá tölum við raunverulega dauða, raunverulega og líkamlega upprisu sem gerðist á alvöru stað, á alvöru tíma. Þetta ekki byrjun á Star Wars mynd, eitthvað langt í burtu fyrir löngu. En þetta miðpunktur mannkynssöguna síðan. En með öllu þessu tala dauðan, að þá í rauninni titill predikunarinnar í dag líf í gegnum dauðan. Vegna þess að páskasagan ekki að snúast, á ekki eitt og sér að snúast dauðan, heldur líka lífið. Og á endanum þá snúast páskan ekki bara eingöngu þjáningu eða sár, heldur líka lækningu. Og sömulega snúast ekki dóm Guðs einungis, heldur líka fyrirgefningu og fyrir náð. Þannig að mér langar bara að lesa Mattheus 28, vers 1-8 og mér langar að dvelja aðeins á þessu. Hverjir horfðu á klippuna á Berglind Festival? Einhverju búin að sjá það líka? Heitir þátturinn Berglind Festival? Vitið hvað að tala Veit enginn hvað að tala Hún var að labba í mollinu og spyrja fólk, hei, hvað páskanir og hvað átti Jesú margar lærisneiðar og eitthvað svona. Munið, ef við ekki séð það. Vá, hefur enginn séð það? Ok, það var allavega fréttaþáttur, það sem að vera að spyrja fólk. Og hún var í mollinu, held í kringlunni eða eitthvað, og hún var að spyrja, hvað páskanir, hvað snúðist málmasundagur og páskanir og hún það vissi enginn neitt. Það vissi enginn neitt, bara páskasundag, föstudagur langi, af hverju heitur hann það, hvað var hann langur og svo framvegis. Enginn skildi neitt, hún var að gera gyðsa, líka kristinni trú, bara labbandi kross og eitthvað svona, talandi crossfit og annaðis. En það vissi enginn svarið. Og eftir þetta, hún fór hann í molli, þá voru hún spurð, var enginn sem vissi svarið. Hún sagði nei, það var reyndar ein manneskja sem vissi öll svörin, nema bara hljóðið virkaði ekki hjá henni, þannig að við gátum ekki látið henni inni. Allir hinir vissi ekkert hvað páskanir snerust Og ég hugsa að þessi komið gott að halda í þessu vonum að Ísland sé kristin þjóð. Því miður, ef við vitum ekki þetta, þá efast ég að við vitum mikið meira en það. En þetta það svona, ég var að pæla í að kalla þetta páskar for dummies, svona út af þessu, að við þurfum bara svona að læra upp á nýtt hvað páskanir eru en ég held að lífi gennum döðan betra. En lesum þessi vers, ég held þessi upp á skjánum, Mattheus 28, 1-8. Það segir hér að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, komu þær María Magdalena og María hin til að láta líta á gröfina. Það var landskjálfti mikill því engill drottins stéð niður á himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding í ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varmennir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem öreindir. Ég að lesa þetta rétt? Öreindir. Já, þetta bara beint fyrir? Öreindir, já. En engillinn mælti við konurnar, þér skuluð eigi óttast. Ég veit að þeir letið að Jesúm hinu krossfesta. Hann ekki hér. Þú komin á kolrangan stað. Ég veit ekki hvaða Google Maps þú varst að fylgja, en hann ekki hér. Hann upprisinn, eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá í fortíð. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann upprisinn frá dauðum, sjá, hann fer á undan ykkur til Galileu, þar munið þið sjá hann, þetta hef ég sagt ykkur, og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Svo leið mér að byrja aðeins að þessu. Mér langar að einbeita mér að merkingu páskana. Og ég veit ekki hvort að Íslendingar átti sig á þessu, en þetta semst páskar, er Frank henni? Frank myndi segja ykkur, á spænsku það Pascua, það sagt, eða ekki? Ykkur sem tala frönsku henni? Það eitthvað Pascua, eða eitthvað hless. Það mjög mikið, ég held að rússneska sé Pakska, eða eitthvað hless. Ef þið takkið eftir því, þá mjög mörg tungumál að segja einhvern veginn sama orðið, aftur og aftur. Og ef þú byrjar að pæla í því, þá páskar kannski svolítið undarlegt orð. En þetta tekið úr hebreska orði. Og hebreska orðið Pesach. Og þetta hebreska þannig að þú verður svona, já, þú verður svona eins og þú sért að ræsta þig eftir tannbursta. Pesach. Eitthvað svona. En þannig að Pesach. Og vitið hvað Pesach þýðir? Páskar. Það þýðir súkkulaði húð á páskaegg. Nei, ég að síðan.
Þaðan kom það, nei. Nei, páskar hafa ekkert með egg eða kanínur eða súkkulaði að gera. Það ótrúlega skrítið. Heldur þýðir orðið að fara yfir eða að stökkva yfir. Og ef þið pælið í því, þegar þið lesið Biblíuna ykkar, munið þetta, þegar þið lesið Biblíuna, þá eru að lesa eina sögu. Aftur og aftur, þá tengist þetta allt á einn eða annan hátt. Til dæmis, tökum hvítasunnu, sem hvað hugsið þið þegar þið hugsið hvítasunnu? Heilagur andi? Ha? Já, eru allir á því? Sko, hvítasunna gyðingahátíð. Áður en það var kristinhátíð og áður en að heilagur andi féll, þá voru gyðingar að halda upp á eitthvað sem hét hvítasunna. Hvað var hvítasunna? Hvítasunna var dagurinn þar sem að Guð kom á Sinai og talaði til lýðsins. Þannig að mjög áhugavert þegar þú byrjar að pæla í því, hvað gerist þegar tungutalið kom? Guð að tala til lýðsins, ekki lengur bara til einna þjóðar, heldur allt í einu til, talið upp 15 mismunandi þjóðir. Og þannig að þetta er alltaf svona endurspeglun á hvað er að gerast í Gamla testamentinu. Hér er hvítasunna, Guð að tala til lýðsins, og hvað gerist hér? Heilagur andi kemur og Guð er að tala til lýðsins. Og sama með páskana, Pesach. Þetta er eitthvað sem kemur úr Gamla testamentinu. Þegar gyðingar voru að reyna að krossfesta Jesú, þá voru þeir að fagna hátíð sem að gyðingarnir héldu upp á, sem var hátíð sem kom úr annarri Mósebók í Biblíunni. Og þetta kemur úr sögunni þar sem Ísraelsmenn eru leystir úr þrældómi í Egyptalandi. Þannig að þú er kannski ekki guðfræðingur, en þú hefur kannski hort á Prince of Egypt. Er ekki eitthvað með þér? En þú veist, þetta er það sem er að gerast. Þannig að Guð velur Móse, ótrúlega áhugaverð saga. Móse er að segja, ertu viss? Það gerist svo oft þegar Guð ákveður að segja, hei, hvað þú? Ertu viss? Ég kann ekki að tala og ætlar þú að láta mig tala. Ok. Þannig að hann segir, þú ætlar að fara til Farós og þú ætlar að segja, slepptu mínu fólki. Og þetta er ekkert eitthvað svona, þú veist, Guður að fara inn í bónus og tala við einhvern starfsmann. Þetta er, Faró er valdamesti maðurinn á jarðarkringlunni á þessu tíma. Móse er eitthvað gaur sem var bara að passa geitur, þú veist, út í eyðimörk. Og hann er að koma og segja, nei, ég ætla að nota þig til þess að fara hér, stamandi og allt hér, að segja, slepptu mínu fólki. Og Faróinn neitar, og í hvert skipti sem að neitar, þá varar Guð við að ef þú neitar, þá kemur plága yfir Egyptaland og hann gerir þetta 9 sinnum. Þannig að það er greinilega ekki bara við Íslendingar sem erum svolítið þykk í kollinum. Hann gerir þetta 9 sinnum. Leyfi fólki mínu að fara, nei, plága, leyfi fólki mínu að fara, þið skiljið, ég held að við kunnum öll að tala upp á 9. Þú veist, hann gerir þetta 9 sinnum og í 10. skipti þá veit Guð að þetta er plágan, það sem mun á endanum gera það verkum að Guðslýður mun fara úr þrælkun sinni og mun frelsast. Og í annarri Mósebók, í 12. kafla, þá segir hann að þetta verður árlegur helgidagur fyrir þá sem að, fyrir Ísraelsmenn, til þess að minnast þess hvað Guð hefur gert til þess að frelsa þá úr nauðum. Og ég vil langar að lesa fyrir ykkur bara nokkuð vers, út af enn og aftur, ef við tölum hvítasunnu og einn í Gamla testamentinu og hvítasunnu í Nýja testamentinu. Nú viljum við tala páskana í Gamla testamentinu og páskana í Nýja testamentinu. Þannig að takk eftir því, ég undirstrika allavega sumt, ég veit ekki hvort það komið hann upp, en lesum hérna nokkur orð úr annarri Mósebók í 12. kafla. Vers 3-7 og 11-13. Hér segir, talið til alls safnaðar Ísraelsmanna og segið, á 10. degi þessa mánaðar skul hver húsbóndi taka lamb fyrir fjölskyldu sína, 1 lamb fyrir hvert heimili. En sé 1 lamb of mikið fyrir heimilið, þá taki hann og granni hans sá er næstur honum býr lamb saman eftir tölu heimilismanna. Eftir því sem hver etur skuli þér ætla á lambið. Lambið skal vera gallalaust, takk eftir því, hrútlamb, vetur gamalt og má vera hvort sem vill ásauðarlamb eða hafurkið. Og þér skuli varðveita það til hins 14. dags þessa mánaðar. Og takk eftir þessu. Þá skal öll samkoma Ísraelsafnaðar slátra því sólsetur. Þá skuli þeir taka nokkuð af blóðinu og ríða því á báða dyrastafi og dyratré húsa þeirra þar sem þeir eta lambið. Og svo hoppum við í vers 11 og hér segir, og þannig skuli þeir neita þess. Þér skuli vera girtur lendar ykkar, hver hefur ekki gert það? Nei, hafa skó á fótum og staf í hönd, þeir skuli eta það í flýti. Og þetta er fyrsta skipti sem að orðið Pesach kemur fyrir og það eru páskar drottins. Því að þessa sömu nótt vil ég fara Egyptaland og deyða alla frumburði í Egyptalandi, bæði menn og fénað, og refsidóma vil ég láta framkoma á öllum goðum Egyptalands, ég er drottin.
Og hér lykilvers. Og blóðið skal vera ykkur tákn á þeim húsum þar sem þér eruð. Ég sé blóðið, mun ég ganga fram hjá ykkur, það að segja páskar, og engan skæð plága skal yfir ykkur koma þegar ég slæ Egyptaland. Þannig kemur hann. Eftir 9 viðvaranir og 9 plágur kemur þessi síðasta plága yfir landið og páskaháttíðin merkt með fórn óflekkaðs lambs. Það sem það er borðað, það nota blóðið þess til þess að merkja dyr, húsa, líð Guðs. Og þessi hátíð, þar sem gyðingar eru að minnast þess að dómur Guðs fór yfir eða fram hjá þeim með dauða óflekkaðs lambs, þar sem Guð leysti þá út úr foreldómi, þar sem þeir voru að fagna þessu, á þessari hátíð, ákveða þeir að krossfesta Jesú. Og vegna þess, á endanum þetta ein saga. Hann hið óflekkaða lamb. Hann Guð í holdi, eini maðurinn sem hefur gengið á þessari jarðakringlu og lifa fullkomnu lífi. Þeim var sagt að fórna lömbum sínum tóku eftir við sólsetur. Hvað gerist við krossfestingu Jesú Krist í Mattheus 27:45? Þar segir, frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Ég veit ekki hvort þið veitir mikið sólina, það á ekki að vera sólsetur í hádeginu. Það eiginlega akkurat öfugt við sólsetur sem á að vera að gera sig í hádeginu. Þannig að Guð bara einhvern veginn segir, ok, hér þegar hann deyr, þá eru sólsetur. Og þetta einhvern veginn bara Guð að segja, hei, haldið þið að páskanir snúist það sem þið muni gera í kvöld klukkan 6? Haldið þið virkilega að þetta snúist lambið sem þið muni neita þegar kemur kvöldmatur? Ég ætla að slökkva sólinni og minna ykkur á, sólsetuð núna, í hádeginu, út af því að páskalambið ekki það sem þið gerir klukkan 6, heldur hangir núna á krossi fyrir utan múr ykkar. Og þannig Jesús að segja, ég komin sem páskalambið. Og meðan gyðingar myndust þess tíma, þegar dómur Guðs fór yfir þá, fór framhjá þeim vegna blóð annars, þá hékk Jesú á krossi að biðja fyrir þeim sem krossfesti sig fyrirgeðum farið og veit ekki hvað ég gera. Og þetta það sem ég skildi aldrei. Ég skildi ekki hvernig hetjan krossfest væri góða fréttir. Ég man að ég fekk ekki að fara mikið í bíó þegar ég var yngri, en ég fekk að fara Passion of the Christ, sem eyðilagði mig. Ég man að ég horfði á myndina og ég skildi ekki, af hverju þetta gleðifréttir? Ég var að horfa á hetjuna pynta það í 2 tíma og ég skildi ekki hvað það? En þá var það út af því að hann lambi Guðs. Ef þú vilt að dómur Guðs fari fram hjá þér, þá verðum við að vera merkt blóði lambsins, alveg eins og Ísraelsmenn gerðu í 2. Mósebók. Hvað gerist þegar Jóhannes skírari sé Guð í Jóhannesar Guðspjalli í 1. kafla, versi 29? Guðs lamb, þannig Guðs lamb sem ber burt syndir heimsins. Og meðan gyðingar voru að fagna frelsinu úr Egyptalandi, sem forfeður þeirra hefðu fengið að upplifa, þá við enn og aftur að mynda á það að þetta lamb býður upp á varanlegt frelsi. Frelsi frá þrældóm syndarinnar, frelsi frá afleiðingu syndarinnar sem við eigum öll skilið, by the way. Að vera aðskilinn frá dýr Guðs alla eilíð vegna þess að við erum ekki fullkomin. Einhver annar hérna? Einhver sem vil gefa sig fram fyrir að vera fullkomin? Frelsi frá dauðum trúarbrögðum og hefðum manna. Frelsun til að þekkja og elska og þjóna og njóta Guðs og til að frelsi til þess að gera hann þekktan. Frelsi til þess að hafa einhvern sem þess virði að lifa og deyja fyrir. Og áður en að Jesús kom, þá var krossinn ekki flott tákn. Það var einhver sem sagði að krossinn var ekki vinsælt tákn fyrir að allir sem höfðu séð krossfestingu eiga sér stað voru útdauðir. Eða vissu það ekki að fyrsta merki kristna lítur svona út eins og X og P. Kíró, 2 stafir. Upprunastafinn í Kristus. Kristur. Merki krossins var aldrei tákn upp á von eða gleði eða sigur. Eitthvað með hálsmenni með kross eða eirnarhinga? Já, það fullt af skrýtnu fólki hérna.
Þetta er sérst pyntingatákn. Gæti alveg eins verið bara með eitthvað byssu hérna. Nei, þetta er pyntingatákn. Þetta var skapað, krossfesting var gerð af Rómverjum sem pyntingatæki sem var ætlað til þess að valda óþolandi sársauka og gefa hægan og niðurlægjandi dauða. Það var sem krossfestingin snýrist Róm notaði þetta til þess að gera fordæmi úr fólki, ekki verið eins og þessi gaur. Það var svo ljótt í augum Rómverja að þeir leiðu aldrei rómverskum ríkisborgurum að vera krossfestir. Og í dag erum við að syngja lög krossin. Þannig að krossfestingi var sérst hönnuð til að láta fólk hanga á krossinum nakið. Það var mjög líklegt að Jesús var ekki með einhverja litla skýlu fyrir sér. Það var neglt á tré og það sjokkeraði mig, ég fattaði það aldrei. Með krossfestingu þá dóstu ekki með því að blæða út. Ég bjóst alltaf við því að þú myndir bara deyja við að blæða út eða eitthvað svoleiðis. Þú kafnaði til dauða. Þannig að út af því að öll þyngdin á þér hékk á brjóstkassanum þá áttur erfitt með að anda. Þú þurftir að ýta í gegnum naglann sem var í gegnum lappina á þér til þess að ná að draga anda. Og svo hægt og rólega dóstu. Þú sér þetta í krossfestingu Jesú. Hvað gera þeir? Hann deyr. Hvað gera þeir til þess að flýta fyrir ræningjana deyja? Brjóta lappinar. Þannig ég get ekki anda lengur. Deyja fljótar. Þetta var gert til þess að niðurlægja eitthvað. Þetta var ekki bara svona, hvernig getum við drepið fólk? Það er mjög betra aðferði til þess að drepa fólk. Þetta var gert til þess að niðurlægja deyjandi fólk. Og þarna, á rómverskum krossi, var höfundur lífsins að deyja fyrir sköpun sína. Þetta er ólíkt öllum öðrum sögum. Ef þú horfir á bíómyndir og þú horfir á hernaðarmyndir eða hvað sem þá er það akkúrat öfugt. Það er alltaf hermennir sem fara að deyja fyrir konungin. Hversu léleg var í myndin ef að konungur myndi fara út og deyja strax fyrir hermennina. Myndi búin. Þetta er saga okkar trúar. Þetta er akkúrat öfugt við öll önnur trúarbrögð sem segir, hei, hérna eru hluti sem þú þarft að gera til þess að nálgast nirvana eða paradís eða hvað sem eða uppljómun eða bla bla bla. Og hér segir, nei, þetta er það sem Guð gerði til þess að koma til þín. Og það er þú gast ekkert gert til þess að komast til hans. Og þarna er höfundur lífsins, neldur á kross fyrir sköpun sína. Sjálfar hendunar sem að negla í gegnum hann voru mótaðar af honum og haldið lífi af honum. Og þannig eru hendur að negla skapara sinn á tré sem hann hefði búið til, á hæð sem hann hefði skapað. Allt er þess að hann gæti verið fyrir sitt fullkomna líf, okkar syndafórn. Til þess að syndarar eins og þú og ég ættu einhverja von hjálpræði svo að við getum fengið að smakka þá gjöf að dómur Guðs færi yfir og framhjá okkur út af blóði óflekkaðs lambs. Þannig að páskanir eru áminning að Guð getur gert, að hann getur tekið rómverskt pyntingatæki og umbreyta því á svo stóran hátt að það getur orðið tákn von og sigur og frelsi og náð. Og ég hugsa, ég man eina erfiðasta páskapredikun sem ég þurfti að predika. Eitt sonur minn var í kímó á barnaspítalanum, annar sonur var nýfæddur, það var 5 daga gamall eða eitthvað. Allt í einu kemur í ljós að predikarinn ekki að fara að koma. Við þurftum að fara að undirbúa predikun á 10 mínútum og predika páskasamkomu. Og ég man þvílík huggun í því að sjá, Guð, ef þú getur tekið rómverskan kross og gefið einhverja von út frá pyntingatæki sem var hannað til þess að niðurlægja og pynta og drepa. Og þú getur gert það að verkum að ég er núna í dag syngjandi þennan kross. Þá getur þú svo sannarlega komið inn í aðstæðuna sem ég er í okkur núna. Og þetta minnir mann alltaf á, ef að Guð getur þetta, hvað er ómögulegt fyrir hann að gera í þínu lífi? Og hversu oft hef ég hort á vandamálum mín og pælt í hversu stór þau eru, aftur og aftur. Og Guð situr hana, hlustandi á mig væla. Aldrei að minna mig sjálfan á hversu stór hann er með við kringumstæðum minnar. En þetta er það sem Guð okkar gerði. Það er ekki vandamál okkar sem eru stór, heldur Guð okkar. Og þetta er það sem páskanir snúast líf í gegnum dauða hans. Og líf í boði fyrir okkur í gegnum dauða okkar. Jesus segir, hvernig segir hann? Ef þú vilt finna þitt líf, nei, þá þarf það að týna því. Ef þú reynir að halda í því, þá möntu halda í lífið, þá möntu missa það.
hversu oft eru að reyna að halda í eitthvað sem er ekki þess virði að halda í. Og þetta er það sem páskarnir snúast líf í gennum dauða, frelsi og fyrirgefningu gefið með gjöf annars, að dómur Guðs fari yfir og fram hjá okkur vegna þess að Guð sjálfur tók á sig hold til þess að taka á sig refsinguna sem ég átti skilið. Þetta gerir það líka verkum að syndin verður svo ógeðsleg. Þú getur nálgast trúarbrögð á tvennan hátt. Pælt í öllum hlutunum sem þú átt ekki að gera. Svo er nákvæmlega það sem farisæarnir gerðu í tímum Jesú. Þeir voru snillíkar í. Vissirðu það, í Gamla testamentinu eru 613 reglur hvað þú átt að gera og hvað þú átt ekki að gera. Og veistu hvað þessir séníjar ákveða að gera? Pæla í öllum reglunum og gefa þeim undirreglur. Þannig að ekki vinna á hvíldardegi. Veistu hvað, ein reglan var, konur mátt ekki plokka á sér augabrúnar. Og það var uppskera. þannig að þeir eru bara, já, það meikar sens, það er vinna á hvíldardegi. Nei, þetta var í alvöru, ég er ekki að gera grín. Þetta var í alvöru ein regla þeirra. Þannig að þú getur nálgað trúna þannig. Hér er allt það sem ég á ekki að gera. Eða þú getur sagt, ég ætla að elska Guð og ég ætla að elska aðra. Ég ætla að fókusa á það tvennt sem ég á að gera. Og pældi, ef þú elskar aðra, þá ert ekki mikið í að myrða aðra, skiljið. Eða þú veist, ég held allavega ekki. Það er ekki gert hingað til hjá mér. Ef þú elskar aðra og elskar Guð, þá ert ekki mikið að ljúga. Þá ert ekki mikið að, þú veist, fill in the blank, allt annað. Og þetta gerir að verkum að allt í einu syndin, þú veist, er ekki eitthvað svona, ég má ekki neita þess. Ég má ekki. Þetta er, af hverju, ég vil ekki daðra við syndina sem sendi Jesú Kristi til að deyja fyrir mig. Ég vil ekki daðra við þetta sem sendi frelsaramenn til að deyja fyrir mig. Og þetta, og þú getur sett fyrir sjálf þig, ok, þú veist, Gunni, flott er, fullkominn maður og Guð kom til að gefa líf sitt fyrir mig, en þú þekkir mig ekki. Ég á þetta ekki skilið. Og bara já og amen við því. Já og amen við því. Ef þú horfir í kringu þig, þá er enginn hér sem á þetta skilið. Þess vegna köllum við hennar boðskap ekki að fá það sem þú átt verðskuldað eða eitthvað svoleiðis, heldur náðaboðskap. Þú færð það sem þú átt ekki skilið og getur aldrei borgað honum tilbaka fyrir. Það er boðskapur páskana. Það eina sem við getum gert, og þess vegna er Biblían að tala að þetta er hornsteinn sem við dettum oft Það eina sem við getum gert er að taka á móti. Og ég veit ekki með ykkur, ég hef verið í fjárhagserfiðleikum og það er erfitt að taka við 5.000 kalli. Hérna er höfundur lífsins að deyja fyrir þig. Og það er erfitt fyrir fólk að kyngja í stolti og segja, ég er ekki nógu góður til þess að vinna mér inn himnaríki. Ég þarf ekki bara beturumbætingu, ég þarf frelsara. Og eina sem við getum gert er að taka við. En þessi gjöf er í boði fyrir alla. Og munið eftir páskunum í annarri Mósebók. Það sem ég elska við það, þeir láta blóð lambs á dyrastafi hússins, svo kemur dómur Guðs yfir Egyptaland. Og Guð fer ekki inn í alla dyrastafina sem eru með blóðu lambsins og kíkir inn og segir, þess er ekkert verður. Góttu inn út, kallinn. Þú ætti ekkert rétt að vera inn í þessu húsi. Hann horfir bara á blóðið. Bara á blóðið sem er á dyrastöfum hússins og segir, ok, þetta er mitt fólk. Ég fer fram hjá. Kíkti ekkert hver átti það skilið og hver átti það ekki skilið. Og þannig er það með Jesú. Ekkert okkar er verðugt. Á meðan allir aðrir hérna, þú horfir á okkur á YouTube, þú ert bara fullkomin eins og þú ert. Nei, þú ert það sko ekki. Velkomin í kirkju, hafa það gott. Ekkert okkar er verðugt. En aðeins blóð Jesú Krist getur hulið okkur fyrir syndum okkar. Þetta er boðskapurinn ekki hvað við verðskuldum eða hvað við getum gert, heldur hvað hann hefur gert. Og þess vegna fögnum við því að hann er upprisinn, vegna þess að hann sagði að hann myndi gera það og hann gerði það. Og vegna þess að hann kom ekki einungis með fullt af frábærum hugmyndum sem hann svo sannarlega gerði og mikið af góðum kennstum, heldur sigraði dauðan og með náð fyrir syndara eins og mig og eins og þig. Og hann hefur tekið tákn dauðans og gert það að tákn vonar. Og mér langar bara, það er 4 punktar sem mér langar að highlighta í Matteus 28 sem mér langar bara að nefna hvað hann gerir til þess að umturna öllu því sem menninir eru búin að setja upp. Þannig að fyrsta, þá koma hana englar og þeir taka lokið af hana gröfinni og breyta þessu í svona,
hvíldarsæti. Þetta svona lok hannað til þess að halda líki inn, sem ótrúlega kaldhæðnislegt einhvern veginn. Það höldum honum henni inni og þeir taka það sem, það sem átti að vera nota til þess að halda Jesú aftur og nota þessi hvíldarsæti og meðan það býða eftir Marjónum. Þannig að ef við lesum hérna í fyrsta og öðru versi að liðnum hvíldardegi þegar lýsti af fyrsta degi vikunar komu þær María Magdalena og María hin, veist það, ótrúlega fyndið, það var þetta bara hin María, til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill, við könnumst við það, því engill drottinn sté niður af himni, kannski ekki þannig hjá okkur, en margt annað sem gerir það verkum, kom og velti steininum og settist á hann. Þannig að hann umturnaði þannig stein sem var hannað til að halda Jesú aftur og allt í einu það ára hvíldarsæti. Svo seinna meir í versum 3-4 þá hann að umbreyta því sem að lítur út fyrir að vera ótrúlega tignalegt. Lítur út fyrir að vera kraftmikið og allt í einu það farin að líta út eins og aumingjar. Þú sér hann að rómverska hermenn sem að allir hefðu óttast á þessum tíma og allt í einu það sem leit einu sinni út fyrir að vera öflugt, einu sinni út fyrir að vera rosalega magnað og tignalegt. Allt í einu orðið að engu þegar Guð mætir á svæði. Sjáum við vers 3-4. Hann var sem elding ásýndum og klæði hans hvít sem snjór. Varmennir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Og þegar við komum til grafarinnar til að syrgja, þá hvað gerir Guð til að umturna því? Hann umbreytir sorg í gleði. Versum 5-6. En engillinn mælti við konunnar, þér skuluð ekki óttast, ég veit að þér leitið að Jesúm hinum krossfesta. Hann er ekki hér, hann er upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Og að lokum, þá gefur hann okkur boðskap sem er þess virði að segja öðrum frá. Sem er þess virði að hlaupa fyrir, sem er þess virði að gleðjast yfir, þess virði að lifa fyrir og þess virði að deyja fyrir ef þessi þörf á. Boðskap sem minnir okkur á að Guð mun vera trúr því sem hann lofaði. Og þetta er ennþá að gerast allan daginn í dag. Í kirkjunum okkar mikið á útlendingum, meðal annars mikið af fólki frá Íran, kom til trúar út í Íran og með fjölskyldumeðlum sem að leitast eftir að drepa þau fyrir að fylgja Jesú Kristi. Og þegar þau heyrðu boðskap Jesú Krist, þá hugsaðu þau, þetta er allavega þess virði að deyja fyrir, ef þessi þörf á. Og ég held að, ég heyri svona sögur, þá hugsaðu ég bara, ég er búin að horfa mikið á Netflix. Líf mitt er bara of þægilegt. Það er bara, hvað er ég að gera? Við erum að lesa vers 7 og 8. Og þetta minnir okkur á, þetta er boðskapur þess virði að bera til annarra. Farið í skyndi. Segir lærisveinum hans frá þessu. Hann er upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan ykkur til Galileu og þar muni þér sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðorðin. Og muniði, þeir eru nýbúin að sjá hann krossfestan. Þeir vita hvað Rómverjar vilja gera þeim. Þeir vita hvað farisæjarnir vilja gera þeim. Og þeir hlaupa þær með mikilli gleði og hlupu til að flytja lærisveinum hans boðin. Og hér er ástæðan fyrir því að þessi boðskapur er enn viðeigandi fyrir okkur í dag. Við höfum þá tilhneigingu að fagna innantómum hlutum sem eiga ekki skilið hjart okkar, eiga ekki skilið hugarork okkar, né líkamlega ork okkar og við gefum okkur öll í það. Ég er búin að eyða árum saman í tölvuleiki. Þegar ég var yngri, mörgum árum að lífi minni í tölvuleiki að vinna mission sem voru svo aldrei neins þar. Þau voru bara inn í tölvuleik. Og ég er búin að eyða árum í innan tóma hluti að reyna að finna einkenni mitt í þessu og við höfum þessa tilhneigingu að fagna innan tómum hlutum sem líta kannski vel út en hafa ekkert inn í þeim. Tökum sér dæmi páskana hjá Íslendingum í dag. Minnst páskan er ógeðslega fyndið og jólin líka. Íslendingar eru svo skrýtnir og það eru svona, yey, páskar, af hverju? Ég veit það ekki. Það er bara páskafrí og eitthvað, og yey, jól, af hverju? Ekki eitthvað, jólasveinin og ég veit það ekki. Við erum fögnum og vitum ekkert af hverju. Og þetta er svona innantómt dót sem að getur ekki gefið sálum okkar það sem við þurfum. Á meðan að sál okkar að öskra, bara please, gefðu mér eitthvað til að lifa fyrir, eitthvað sem ég var hannað fyrir. Og þetta er bara svolítið þannig, eins og þessi þáttur kom í ljós. Já, bara ég elska páskana, bara út af frí og annað þess. Þannig að
höfum þetta páskafrí. Og okkur sagt að fagna því. En ef þú spyrð flesta Íslendinga af hverju, þá getum við ekki sagt af hverju. Kannski er ekki eitthvað egg, páskaegg, eitthvað með kjúklinga, ég veit ekki. Og þetta svona svolítið eins og páskaeggi hérna. Þetta ástæðan fyrir að ég keypti þetta páskaegg. Þetta finnst mér bara að lýsa fullkomlega páskum á Íslandi. Þetta flott egg, ekki satt? Bónus, ég var að spara svolítið. Ég veit ekki okkur það svín hérna. Það búið að skipta, já, ég held að vera, allavega. En það lítur rosalega vel út. Mikil vinna lagt í þetta. En leið og kemur svona smá þrýstingur á það. Ó, þá þetta bróðið annað súkkulaði. Og veldur vonbrigðum. Og þetta mest bara loft. Og það nammi sem inni í oftast bara slæmanammið að einhverjum ástæðum. Sem enginn fílar. Þetta, já, málshátturinn eitthvað. Herðu, ég fekk málsháttur daginn sem var beint úr Biblíunni, að það stóð bara fórn málsháttur, eða eitthvað, fórn speki. Ég var bara, þetta úr Biblíunni? Jesús sagði þetta. Já, þetta finnst mér lýsa páskanum okkar. Og við gerum þetta ekki bara páskana, heldur flest allt. Men við viljum bara lifa fyrir það sem lítur vel út, veldur stundar nautt, eins og sykurinn gerir, eða ekki? Amen. Amen með því. Við erum búin að íta Guð út opinberu lífi, einkalífi, hjörtum okkar. Við erum búin að setja von okkar og drauma og gleði í tímabundna hluti og svo allt í einu veltum við fyrir okkur af hverju gleði okkar endist ekki. Meina þess að með því að íta Guð burt frá okkur, þá höfum við tilgang í burt frá okkur. Við höfum ítt í burtu frá okkur fegurð. Við höfum ítt í burtu öllu því sem þess verði að lifa fyrir og deyja fyrir. Og ég trúi því svo sannarlega að hver manneska sé að leitast eftir þessu einhvað í þessum heimi þess verði að lifa fyrir og deyja fyrir. Og því miður þá hefur kirkjan held ég staðið sig illa í að segja Jesús þess verði að leggja sjálfan þig í söluna fyrir því hann setti sig í söluna fyrir þig. Því hann upprisinn. Þarftu von þegar þú mætir hindrunum, þess sem stærri en þú sjálfur, mundu Guð stærri en allar þínar hindranir, vantar þig að sjá einhverja ástæðu fyrir gleði eða tilgang í lífinu, skaparaðinn hefur skapað þig og það sjokkarandi en hann veit betur en þú hvað hann skapaði fyrir og hvar gleðið þín liggur og hvar einkennið þitt liggur og hann skapaði okkur til að finna tilgang okkar í honum og lagði líf sitt í söluna svo þú getur fundið tilgang þinn í honum. Guð mikilfenglegur, svo þú þarft ekki að óttast við að þú sért ekki við stjórnina. Guð dýrlegur, svo þú þarft ekki að óttast aðra og finna einkennið þetta í hvað öðrum finnst. Guð góður, svo þú þarft ekki að leita annað. Guð náður, svo þú þarft ekki að sanna þig. Þetta snýst ekki hversu góður þú ert. Þetta snýst hann páskalambið. Og þetta gefur þig tilgang, þetta gefur þig sjálfstraust og leið gefur þetta auðmýkt. Þú veist, hvernig getur þú verið með sjálfstraust en ekki verið hrokafullur? Hvernig getur við með auðmýkt en samt verið sjálfstraust? Það Jesú. Auðmýkt því ég þarf á frelsara að halda. Sjálfstraust út af því ég á frelsara í Jesú Kristi. Þú getur ákveðið að lifa fyrir venjulegar, mannlegar reynslur. Þú getur ákveðið að hoppa í allt sem þetta líf hefur upp á bjóðarinn að finna gleðina bara í núinu. Vertu bara í núinu. Ég hata þetta þegar ef þú ert inni og bara hvað, ég segi þetta. En ég sagði þetta rosalega oft. Og svo gekk ég bara í gennum nú sem var ömurlegt. Þegar að krakki minn var bara ælandi út af kímó og svo hinn vissu ekki hvort hann var að fara að lifa þetta deyja. Þá var núið bara hræðilegt og að lifa í núinu var það bara ekki nóg. Ég þurfti eitthvað meira heldur en núið. Ef þú ákveður að lifa bara í núinu eða fyrir tímabundna skemmtun eða fyrir rómantík til þess að gefa þér gildi eða peninga til þess að gefa þér gildi eða velgengni eða hvað annað sem þú ákveður að fungera sem Guð í þínu lífi, það mun ekki veita þér varanlega gleði. Og það sem við tökum er að við tökum tímabundna nautn og við fórnum varanlegri gleði á altar tímabundna nautnar. Og það alltaf, þú veist, og það sem hræðir mig svo mikið er að ég eða fólkið í kringum mig sé að upplifa velgengni í hlutum sem skipta ekki máli. Ég held að það sé ástæðan fyrir að ótrúlega margir eru við dánabenni sitt með fullt af eftirsjá og þeir pældu aldrei í á ég að vera að leitast alltaf eftir þessum næsta. Þú veist, það hugsaðu bara, já, ég verð glaður þegar ég fæ meiri peninga. Eða þegar ég fæ íbúð.
Nei, íbúð alltaf lítið. Þegar ég fæ raðhús. Nei, raðhús alltaf lítið. Ég þarf einbýlishús með garð, þú veist. Og svona, þá kemur gleðin. Eða, bara því ég fæ bíl. Svo, nei, það ekki bara bíl. BMW, ekki satt. Þú veist, ég þarf BMW. Nei, ég þarf Benz, þú veist. Það kemur alltaf. Ég fæ gleði þegar ég fæ konu. Það málið, þegar ég fæ konu. Svo aftur að því að hún syndari alveg eins og þú. Nei, ok, þegar ég fæ börn, þá kemur gleði. Svo hugsaðu, þegar þessi börn fara út, þá get ég loksins verið glaður. Veist, þetta endalega svona. Og margir lifa bara alveg við handa við horni. Það bara gleði og við erum að fórna varanlegri gleði fyrir tímabundna nautn. Sem gerir það að verkum að við eyðileggjum það góða í lífinu. Við getum ekki notið þess og það erum alltaf að leitast eftir ykkur öðru og við tínum algjörlega varanlegri gleði. Og hér Guð sem segir, komdu til mín. Ég dó fyrir þig. Hvaða viðurkenningu þarftu frá einhverjum plebb út í bæ þegar ég dó fyrir þig? Ég skapaði þig, ég veit hvað ég skapaði þig fyrir. Hvað þarftu annað en það? Það gefur þér allt sem þú þarft. En ef þú ákveður bara að lifa fyrir venjulegar, mannlegar upplifanir og ítir í burtu öllu því sem Guð að gera. Pældi hvað páskasagan væri léleg. Það væri bara 2 Maríur að labba út í gröf. The end. Bara, og þær grétu smá. Gangi ykkur vel með lífið. En ef þú byrjar að sjá hvað Guð að gera, að þá verður gröfin að gleðiefni og þú hefur val. Ætlaði að fara til grafarinnar eða ætlaði að fara til Galileu. Það sem Jesús konungur lífsins Því að við höfum bara séð Jesú sem mann hefðu bara verið með krossfestingu, nú sjáum við hans sem Guð út af upprisunni. Og þegar þú sérð Guð, þá mun leið þín að tímabundnu nautnum vera skipt út fyrir eilífa gleði, skemmtun vera skipt út fyrir ánægða sál og tímabundin truflun vera skipt út fyrir sanna tilgang í lífinu. Og í dag þá finnum við frelsara sem blóði sínu dó til þess að dómur Guðs þarf ekki á enda okkur. Einn daginn munum við öll standa fyrir framan Guð og það eru 2 valkostir. Mun ég taka á mig dóminn sem ég á skilið eða hefur Jesús Kristur tekið á sig dóminn fyrir mig? Það eini valkosturinn sem við höfum öll. Og ef þú ákveður að lifa fyrir fullt af fólki og hvað þeim finnst þig, þegar þú stendur fyrir framan Guð, þá verða enginn af þessum röddum hávarar í eyrunum þér. Bara þú og Guð. Og það áttur það á því, það bara hans álit sem skiptir máli. Hann ruddi brautina og gaf okkur eilíft líf. Það enginn og ekkert annað á himni og jörðu sem verðugt þess að fá trúfesti þína og huga þín og hjarta þitt og alla orkuna þína. Svo ég vil segja, settu í dag traust þitt á Jesú Krist og blóð hans sem nóg til þess að hylja þig. Hann byrjaði ekki bara frelsunarverkið sem þú þarf svo að klára. Það voru Galatamenn sem voru raskeltir fyrir það að halda að þeir myndu klára verkið sem að Jesús var búinn að byrja. Hann kláraði allt verkið. Og hann leiður okkur í eilífa lífið. Eina leiðin til að öðlast þetta með trú á Jesú Krist og það eina leiðin til að öðlast þetta líf. Og þetta fæst enn og aftur með því að deyja fyrir sjálfur þér. Líf í gennum dauðan. Svo áður en ég lík þessu skilaboðum með að tala bara til okkar kristna, þá langar mig að segja að þú ert hér í dag og þú ert ekki búinn að taka þessa ákvörðun. Þá vil ég hvetja það ekki fara hér út í dag fyrir en þú hefur tekið það ákvörðun. Ég ætla að gefa Jesú Kristi líf mitt. Ég ætla að fylgja honum og ég ætla að trúa því og treysta allt mitt gildi og virði í honum og hann hefur raunverulega klárað að hylja alla mína skömm og hann getur það. Og það er svona predika ég. Þetta er bara besti boðskapurinn sem ég get gefið þér. Og að lokum til kirkjunar og til sérhvers kristins einstaklega sem hlustar. Mér langar að lesa vers 8 einu sinni enn. Þær fóru í skyndi frá gröfunni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisunum hans boðin. Við höfum frelsara til að segja frá, við höfum góða frétti til að boða, við höfum dýrð Guðs til að lifa fyrir og okkur hefur verið gefið þá gjöf og þá skipun að segja öðru frá því sem við höfum fundið í Jesú Kristi. Please, ekki vera betlarinn sem fann hlaðborð og sagði ekki neinum öðrum frá því. Vertu betlarinn með mér sem fann hlaðborðið og fer út á strætin og segir, hey, hlaðborð, inn með ykkur, komið, megum við hlaupa út í þessa viku og átt okkur á því að tilbeiðsla okkar ekki bundin við sunnudagssamkomur, heldur allt okkar líf, Rómarbreið 12, heldur gerist tilbeiðsla okkar líka með þegar við hlaupum,
þegar við byggjum fyrir fólki, þegar við höfum augun opin og eyrun opin fyrir það hvað Guð myndi nota okkur til þess að segja eða gera í ákveðnum kringumstæðum, þegar við njótum ávinnings af því að vita að hann nóg, hann getur breytt rómversku pyntingatákni yfir í tákn vonar, hvað það sem hann getur ekki gert í því sem við stöndum fram fyrir í komandi vikum eða mánuðum eða hvað sem Við eigum von í tómri gröf sem minnir okkur á að gröfin ekki okkar endir og þegar við hlaupum í faðm Jesú, þá eilíft líf hafið. Það var bara sprengt í hausinn á mér. Eilíft líf ekki eitthvað sem gerist þegar ég dey. Það byrjar núna. Ef þú ert í Jesú Kristi, þá byrjar eilíft líf núna og það heldur áfram. Ég þarf ekki að bíða, það eru svona margir kristnir sem alltaf að líta þannig út eins og þessi bara að bíða eftir að deyja svo getur loksins orðið ánægð. Bara, þegar þessi dauði kemur, þá mun ég brosa í fyrsta skiptið. Eilíft líf hafið hér og nú. Og hann á skilið lofgjur okkar í dölum lífsins og hæðum lífsins og hann gefur okkur náð í þessu öllu. Og við höfum von í tómri gröf. Og í heimi sem skortir tilgang, í heimi sem hefur lítið fagnaðar erindi að ræða, þá höfum við þann ótrúlega heiður að fara út og segja fólki frá Jesú Kristi. Hann með 12 lærisveina þegar hann fór upp til himna og hann umturnaði heiminum. Hann getur gert eitthvað með bara fólkinu hér í þessu herbyggi. Þannig að mér langar að lesa boðskapinn sem við predikum. Efesus 2, 8-10. Þetta voru versin sem umturnuðu mínu leifi. Og mér langar að segja, hafið það í huga hverjum þið getur sagt frá í þessari viku. Því af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka. Þetta Guðs gjöf. Þetta ekki byggt á verkum. Enginn getur mikla að segja þessu. Svo eftir að þú ert búin að fatta þetta. Þetta ekki þér komið. Hlustaðu nú á vers 10. Sem segir, því við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Af hverju? Út af við þurfum að leggja hendur á góð verk? Nei, út af við fáum. Það er munurinn á að ég ætla að fara út og neyða Guði að elska mig eða nei, ég ætla að fara út af því ég nú þegar elskaður á Guði. Og þetta orð, við erum smíð Guðs. Gríska orðið fyrir smíð poema. Það sem poem kemur. Þú ert meistaraverk Guðs. Þú ert listaverk hans. Þú ert hans list. Hann þarf ekki á þér að halda, en hann leyfir þér að koma inn og vera sonur og dóttir konungsins. Minnumst hans nú í samfélagi, fögnum lambinu, fögnum blóðinu, fögnum því að dómur Guðs þarf ekki að lenda á okkur. Og ef þú ert hér í dag og þú ert ekki búin að taka það ákvörðun að segja, Guð, þegar ég stend fyrir framan þig, þá vil ég geta sagt, Jesús borgaði mína skuld. Jesús greiddi mína leið. Jesús tók skuldabréfi sem þjakaði mig með ákvæðum sínum og neldi það á krossin. Það þarf ekki meira en það en þú að segja, Jesús, ég vil þig og fylgja honum. Og mér langar bara að hvetja þig hér í dag til þess að gera það. Gefa þitt líf, það verður fullkomið. Gera það á páskunum. Það verður páskunum ekki lengur svona innantómt egg eitthvað sem þú kláraðir í ger. En já, og mér langar bara að biðja, Drottinn, ég biði að veita okkur náð og miskunn. Og ég biði Drottinn, ég veit ekki hvort að kannski er einhver eins og ég var sem er búin að mæta í kirkju heil lengi, reyna betur bæta sig, reyna að losa sig við sektarkenndina, reyna að gera betur